hvernig lítið út? Þetta er að fresh, herðu. Halló. Ég ætla að hafa bara geðveitt stutt í byrjun. Út, sem sagt, febrúarmánuð eru podcastala hlustendur með 20% afslátt af Birtu CBD-vörur inn á birtacbd.is. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra þetta. Þetta er bara... Ég nenni ekki að pína fólk með auglýsingu. En ég ætla samt að pína fólk með að segja, herðu, við erum alltaf að stækka. Riddarahópur podcastalans að stækka. Við finnum það í following, vorum að fá follow, það var einhver að followa bara right now. Gummi.vaff Sjátt á það gummi.vaff. Kæstum í beinni útsendingu. Já. Segðu alltaf þér eitthvað follower. Á, ég gera það, alltaf. Ég er ekki með notification neinu. Ok. En follow okkur á Instagram þar sem við reynum að henda inn einhverju skemmti efni, klippum og dick pics úr stúdíónu og bara þú veist almennt eitthvað peppa shitið. Herri, við erum líka að safna í þessi riddarþátt. Næsti þáttur eftir þessum þætti sem þú ert að hlusta á núna er riddarþáttur og þið vitið hvernig riddarþáttur virkar. Það er basically þannig að þið sendið inn fyrirspurnir, topic eða bara eitthvað vandamál úr lífi ykkar eða bara einhverja kveðju sem þið viljið koma á. Ekki senda kveðjur, please, ekki senda kveðjur. Það er hræðileg hugmynd. Og ég keypti ég ætlaði að kaupa kveðju áramótin sem að kæmi svona í útvarpinu. Svona MC Gauti, Óskar Landsmönnum, nær og fjær. Í alvörunni? Já, og ég man ekki að þetta kostaði eitthvað 5.000 kall eða eitthvað. Og gríni hefði verið, það hefði verið nóg fyrir mig að ef einhverju tveir myndi heyra, skilur. Bara ef einhver var að keyra upp í Grárhaldi. Fer það ekkert eftir hvað það kostar það? Nei. Þú bara kaupið á 500 skall og bara eitthvað. Nei, auðvitað ekki. En það sagði ég 5.000 og ég sagði það skiptir ekki máli. Okay. Og þetta var samt eitthvað svona ridiculous dýrt per orð. Og síðan er þetta sko bara í 2 daga eða eitthvað í spilun. Og bara á FM? Nei, þetta er á Rás 2. Rás 2, já, ég skil bara. Stöðu unga fólksins sem hún var einu sinni. Var það eitthvað stöðu unga fólk? Já. Þegar þegar Neil Young og U2 var fresh shit, skilur, þegar það var ekki bara orðið eitthvað rótið epli. En samt sjátt þetta á Rás 2, sko, ég fílar Rás 2. Er það samt? Já, veistu hvað, ég er bara að finna með aldrinum, finnst mér bara meira og meira næs að hafa bara eitthvað background of radio. Er það? Já. Ég þóla ekki. Tjekka, ef ég vakna á mótnana, mér finnst það alveg næs og Jóvanna komur dálítið á þetta. Jóvanna komur aðeins á þetta, hún var eitthvað svona, hún vildi endilega kaupa eitthvað fucking útvarp og ég Jóvanna, við eigum rándýra. Er þetta tala bara kassa sem hún stillar á okkur stöð? Býtu, ég er að koma inn á það. Akkur borðið svo langt í burtu. Og okkur vantar stóra borðið. Ég ætla að segja stóra borðið. Nei, þetta er alltaf, þetta skiptir ekki máli. Ekki náðu stóra borðið. Ok. Það sem ég ætla að segja er Þetta er svo ljótt, maður. Er þetta ljótt? Já, ok, náðu stóra borðið. En ég skal samt koma að sækja það. Svo sjáist ekki. Á ég að halda áfram að tala við sjálfa mig á meðan þú ferð. Ég er bókstaflega inn í stúdíónu. En Jóvanna sem sagt vill kaupa radio. Ég skal náðu þetta pinni. Afsakið þetta. Já, sorry með þetta maður. Þetta var... Ekki það. Borða lögreglan. Er þetta flottara? Langt síðan tekið upp svona mótnana. Já, það er hárið rétt. Hún vildi kaupa útvarp og var eitthvað búin að senda mér eitthvað svona Instagram útvarp sem hún vildi fá. Og ég sagði, herru, við eigum rándýra hátalara og þeir eru tengdir við vínilspilra og síðan er líka bara AUX tengi. Þú getur bara tengt iPadin sem við eigum líka sem kostaði 100 skall, skilur við. Þú getur bara kaupa eitthvað spes útvarp. Síðan stillum við stundum inn á setjum iPadin í samband við hátalarinn. Ég væri reyndar alveg til að geta kveikt bara á einhverju svona kassa. Það er þægilegra í staðan fyrir eitthvað. Ná í iPadin, setja hann í samband, tengja hann við græjurnar, kveikja á magnaranum. Þú veist, þetta er alveg svona
þetta er ferli í staðin fyrir, ég skil alveg okkur fólk bara með útvarp með einum takka, skilur ég skil það núna þegar ég þetta er þrjóskan í mér, ég að eiga samtala um hana, það sem ég eitthvað svona ég get stundu að vera á fokkin leiðilegur á mótnana, það sem ég eitthvað, við getum verið að eyða peningi eitthvað útvarp með mig heyrst bara svona í mér og hún búin að læra bara að loka eyrunum á meðan En þið ekki samt bara með heyrst í mér á mótnana Já, en þið ekki bara með ég bara með þetta í sjónvarpinu ég er líka með sjónvarp og ég gæti stilt það þar ég gæti verið með þetta í símanum í headphones ég gæti verið með þetta í hátölunum inn í eldhúsi Nei, síminn er strax örlítið mjög vesn þá ertu eitthvað að fara að leita Getur hækkað þessi headphone hjá mér allavega og mér finnst svona, það sem að mér finnst næs þetta er komið, þetta er gott sko það sem að mér finnst næs bara að hafa eitthvað svona background út og ég nenni þá ekki að vera að setja á þú veist eins og þú veist skoðanabræður á mótnana skilju sjá þetta skoðanabræður þetta er beauty við að vera í svona podcasti það sem er enga reglur ég bara mæli með að allir hlusti líka og skoðanabræður ekki hægt að hlusta okkur Er það ekki að setja? Ég hef ekki já, ég dýrka maður þeir eru Beggi og Snorri Er þið gett eitthvað gett klári gæjar eða eitthvað? Jú, þeir eru stundum líður mér eins og ég sé mjög vitlaus þegar ég hlusta á Er þið ekki líka bara tvítuði gæjar eða eitthvað? Jú, sko, hvort þeir séu, sko, 90, þeir eru einhver staðar á bilinu 95 til 98 mótil. Og ótrúlega klárir, ótrúlega skemmtilegir gaurar, gaman að hlusta á. Og þeir eru með svona skemmtilegt koncept í gangi sem við ættum kannski að gera líka. Að vera með eitthvað koncept, er það það? Nei, þeir taka gesti í viðtöl sem að ég til, það er overmettaða markaðar af því, bara fair enough, en þeir gera það vel og þetta er líka alveg frumlega viðtöl, þeir fá fólk inn til að koma og vera með skoðanir á okkur. Það er góð koncept. Skoðanabræður, skilur við, já. En koma bara inn og vertu með skoðun á kjötætum? Nei, þetta er bara eins og Er þetta erfið að skoðanir? Nei. Boring. Ættu, leið mér að fokkin tala. Þetta er bara góð þáttur, skilur. Bara þeir að þeir kalla að gasa. Þeir eru með svona sér lingo í svona þetta. Shit, ég ætti ekki vera of mikið að peppa á, sko. Nei. Þeir eru ömurlega þáttur. Já, mjög ekki spes. Nei, þeir fá lið og síðan bara kveikt á mæknum og síðan byrja fólk að tala. Þeir eru vanlega með eitthvað svona, þú veist, við erum að fara að tala þennan þetta. Og án þess að vera samt viðtal sem er bara og hvað inspiraði þig til að byrja að gera tónlist veistu hvað ég fucking hata þegar fólk er alltaf að rýna í fucking list eins og list þurfa eitthvað að fucking þýða eitthvað og hvað er lagið hvað er platan, þetta er bara fucking plata og hún hljómar eitthvað, það er eitthvað væp í gangi og bara næs. Má ég spyrja einu vandlega þetta? Ég ætla að segja bara, eins og ég var að hlusta á minn mann og hlusta á minn mann sem að ég dýrka, skilur, ég horfa á vikunum með Gísla Martini og mér finnst hann, þetta er nice fucking TV fyrir föstudags, það er bara eitthvað í gangi, skilur. Þú þarft að fjölskyldu til þess að fíla það, er það ekki? Þú þarft að vera viðbjóðslega þreyttur eftir dag með börnunum til þess að setja á hljómar þannig á þess en þetta er bara svona farið í vikun og þetta er bara nice background, ég horfa ekki alltaf á þetta en mér er gaman að horfa á tónlistaratriðin en til dæmis eins og daginn þá hann tekur alltaf fólk tónlistamenn svona í viðtöl áður og fyrir mér er það óþarfi mér finnst nóg að lagið tali bara mér finnst svo grilla að vera eitthvað svona og hvernig varð þetta samstarf til eða hvernig varð þetta lag til hvenær hvað kom til þess að þú byrjar að skrifa textan en fólk sem er ekki að gera tónlist finnst þetta mjög merkilegt fattar mig, þú veist hvernig dettur í hug bara skrifa nefnir eitthvað og svo viltu fá okkur takt og þú ert að syngja þarna og að rappa þarna og að tala þarna adlibs ég bara orðin svo þreyttur á að heyra þessa spurningu ég heldur sér bara sérfræðingur í ykkur og hugsa á það sem sérfræðingur, skilur við? Já, ok, fair enough. Ég skal draga mig aðeins í land. Já,
Draga sjálfa mig í land. En mér langar Ég skal draga mig í hlé, segi ég. Ég ætla að spyrja þig, draga þig í land. Ég ætla að draga mig í land. En varðandi þetta. Skrifaði hjá mér nú, glemur sér ekki. Já, skrifaði. Og skrifaði líka þannig sem ég ætla að segja með kaffið. Ekki bíflugur í þetta skipti. Kaffi og Akranes. Kaffi og Akranes. En, já, ég veit ekki. Þegar mér búin að gleyma síðan það skrifaði út af Kaffi og Akranes. Mér finnst ég ekki sjá viðtal við Schoolboy Q þar sem hann spurður út í bara hvað var? Jó, það er Nei. Jó, ég veit alveg hvað viðtalur að tala það sem að bara, já, og þú tónlistamæður ekki já, og hver er þitt inspiration? Þú veist, ég sé viðtölu við örgulega alla tónlistamenn en ég er alltaf bara að skipa alltaf, leiðu, já, ok, þetta er bara 5 minútur, ég nenni ekki hlusta á það, sko. Mér finnst miklu skemmtilegra að horfa á, þú veist, eitthvað svona YouTube-vídeó hvað þeir eru með í vösunum. Já, nei, wow, mér finnst það má ég sjá hvað þú ert með í vösunum? Já, ég er ekki með þetta í vösunum. Er það fakt samt? Og það mér finnst þetta... ég farið eitthvað með vösunum. Vanalega er ég með eitthvað nett í vösunum. Núna er ég með fokkin... Ok, býtu. Þú ert ekki með 1 seðil. Já, þetta er bits, maður. Er það ekki? Býtu. Ok, það sem ég er með í vösunum er... My AirPods. Ok. Hvað er ég með meir í vösunum? Ég skal segja þér að ég er með... Ég get ekki talað um þetta. Býtu. Ég er með... Þetta er það eina sem er skemmtilega við hennar leik og svo bara, ég ætla ekki að tala um það. Ég er með 2 grímur. Væntalega sem þú ert ekki búin að nota. Spurðu mig svolítið á eftir þegar við erum búin að slökka á hvað ég er með í vasanum sem ég get ekki talað um. Herðu, ég er með bíllykla. Ég er með tannstöngul. Ég er með... Þetta er eiginlega bara allt það sem ég er með í vösunum. Þetta er eiginlega bara frekar ógeðslegt. Það er ekkert bólum með þetta. Hey, Getur tekið mynd af þessu? Þetta er það sem ég var með í vösunum. Þú verður að taka mynd af þessu. Okay, Stætan til í. Getum postað mynd af þessu og sagt Þetta er frekar nett, sko. Þetta er spennandi þáttu. Við þurfum líka svona 10 things Gauti can't live without. Þurfum að gera það. Já, maður. Viltu gera það núna? Viltu gera spes þáttið það? Ef þú ert með hann on top of your head hugsa aðeins. Já, gerum þetta bara, skrifum þetta niður sem tópik. Ég er alveg til í þetta tópik. Ég var líka til að heyra 10 things you can't live without. Það er mjög fyndið. En þegar ég er að skoða það sem ég er að skoða já, kannski er ég komið leið á þessum viðtölum. Mér finnst góð viðtöl vera geggjuð. Mér fannst til dæmis eins og viðtali sem ég fór í hjá Sölva. Já, ég ætlaði að minnast á það. Það var allt annað. En það voru líka komin í podcast og meira talum og ég var líka nákvæmlega á þeim punkti sem ég fór til Sölva var ég alveg kafi í sjálfsvinnu og það kannski kom svona mér finnst það bara annað aspekt, skilurðu, á listamannin. Mér finnst alltaf gaman að sjá listamann ekki tekin úr samhengi, hræðilegt. Mér finnst alltaf gaman að sjá. Mér finnst alltaf gaman þegar það eru tekin úr samhengi og cancelaðir. Nei, mér finnst gaman að sjá bara mannlegu hliðina á liði. Mér finnst gaman að sjá hvað fólk er með í vösunum. Mér finnst gaman að mér finnst stundum gaman þegar að Genius-vídeón þar sem hefur verið að rýna í texta. Það sem að þeir eru að lesa textana sína. Sérstaklega þeir eru eitthvað, mér finnst það fokki fyndið, þeir eru eitthvað lag sem meikar ef þetta er bara eitthvað Lil Pump lag, skilju, það sem þetta er bara Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, og hann er eitthvað, the reason why I'm saying Gucci gang is... Mér langar í Gucci. Já. Þarna, sko, ertu með eitthvað? Það sem ég ætla að segja er bara, það er svo fyndið, þú getur farin á Genius og lesi texta eins og sem ég hef gert. Það sem fólk er búið að svona... Rýna í? Já. Hvað með það? Hvað er hérna? Opnaði bara genius.com skrifa bara kannski eins og silfurskotta texti eða eitthvað. Þetta er bara mikið af lögum sem fólk er búið að fara og rýna... I'm pulling it up. Rýna djúpt í það, sko. Og þetta er ekkert sem að þannig er búið að gera allar línunar í laginu. En það er sem sagt... Ég þekki Gauturinn svo rotta, sem smellar á það. Gauti vill meina að hann þekki göturna svo vel að hann líkir sér með rottur. Rottur þekkja götur vel.
En af hverju valdur þetta orð í þessu samhengi? Er þetta ekki svolítið svona, er þetta ekki pínu snitt? Ég pældi ekki, ég er svo Ég bókstala að fatta þetta núna að ég basically segi bara ég þekkir götun eins og snitch. Já, þú þarf að segja okkur allt götun í þessu lagi. Hei, öll leyndamálin sem ég er búin að vita á götunni, hér eru þau, að því ég er rotta. Nei, ég auðvitað var að meina þetta. You know what I'm saying. Já, þú þekkir það eins og... Hvað myndið þú segja? Ég þekki götun eins og köttur. Nei, ég þekki götun eins og bíl. Nei, ég þekki götun eins og asfalt. Ég þekki götun eins og... Það er malbygg. Ég þekki götun eins og malbygg. Rottan þekki götuna langbest af öllum. Skilur þú? Það er enginn sem þekki götuna betur. Ekki á Íslandi. Ekki á Íslandi, er það? Er ekki alltaf kallt fyrir einhverja... Ég sé rottur svo oft í Vesturbænum. En er þetta þá rétt greining á... Gautur vill meina að hann þekki götuna svo vel að hann ríki sér við rottu. Rottur þekki götur vel. Já, ef að fara yfir bara, eða ekki? Ég hætti sko að skemmta að ég hef gert á ævi minni. Og má ég reyna að gíska hvað þú við áður en að... Ok, ég til í það. Sko, gulldrengur og silfurskotta. Ok. Það er ekki allt gull sem glóir. Er þetta ekki svolítið þannig? Tekju þennan svo rotta, gulldrengur og silfurskotta. Ok, það kemur bara mynd. Mynd af gulldreng og silfurskotta. Já. Á ég segja þér hvað ég meinti með þessu. Ég basically hugsaði sko línuna þannig. Ok, á ég segja sannleikan. Já, þetta. Og síðan skal ég segja hvað ég bjóð til eftir á. Sagði með sannleikan, það er í takt til fyrstu sendingu. Ég satt á Reynumel 38 sem ég bjóð og var að kúka þegar ég siti á klóstanum og það var svona silfurskottur stundum. Af því að þetta var í kjallara. Varst að kúka og þú spottaði silfurskottur? Já, og ég hugsaði, silfurskotta, gulldrengur. Og þetta er bara orðaleikur, þetta er bara silfur og gull og ég hugsaði, ég er gulldrengur, skilur en samt líka silfurskotta. Og síðan eftir á, það er, og lagið heitir silfurskotta, bókstala að því ég sá silfurskottur á meðan ég var að skýta. Mér stannum að gegja nafn, sko. Já, en síðan getur líka, silfurskottur eru líka þannig að þær kom ekki út nema að sé komið myrkur, sko. Já, þú ert gulldrengur sem kemur bara út á nætina. Yes, sir. Yes, sir. Hey, þið eru að setja það inn á Genius. Ok, ég skil hurðin eftir opna, lofta til og súpa á líkömum. Það er mín leið til að rótast. Viltu... Ég meina, þetta er pretty self-explanatory, það ekki? Þú, ert alltaf með opið, það var svo mikið að píum að koma fram og tilbaka, það er bara alltaf opið, þú ert bara að súpa á líkamanum og það er svefnlyfið þitt í dag. Bóm! Já, ég held að, já. Gauti segir að sé hans leið til að slaka á sé einhver bráðskemmtileg kynlífsátök. Þetta er pretty much it, sko. Vá, ég hata það að við séum að gera. Slakar á einhverju bráðskemmtilegri kynlífsátök. Þetta er ekki sem einhver skrifar. Ég sagði þetta ekki. Veistu hvað, ég er að læra þetta núna. Ég held þetta væri allt sem væri sorsað út frá viðtölum og okkar svona, er það bara gísk? Hvað þetta meina? Og heitir þetta Genius? Nei, það er auðvitað, sko, Það er bara síðan sem þetta er Genius, þess að fólk er að gískina. Ef þú ert með artista eins og Lil Wayne eða eitthvað, þá er það eins og Wikipedia, þá er það lagað, skilur þú? Það er alveg sorgstæð, þú getur ekki skrifa bara... Get ég að laga þetta, sérst það? Já, þú ert með account, þá getur það, sko. Sér þetta er bara eitthvað gaur sem heitir bara Stefán Haugur. Herru, fyrir mig næsta. My smocket the skin. Ok. Gauti biður kúrufélagum að fá að veitinni munnmögg og þetta er viðbjóðslega... Váka, ég tólka þetta ekki svona. Nei, má ég smakka þetta skinn miklu meira bara... Má ég bara fá þig? Já, má ég fá þig eitthvað... Gauti biður kúrufélagum að fá að veita henni munnmögg. En ok, Gauti, við skulum svona hafa eitt á hreinu. Sjáðu setningar sem kom í kjölfarið. Læt snerta kinn... Læri snerta kinn og tungan smakkar þig. Fingur gómur leika við þig. Og við finnum yll. Ok, sem sagt munnmögg. Læri snerta kynna. Já, þetta er sko, þegar ég spila á barnaskemmtunum, þá syngi ég ekki þannig kafla. Og meiri sem þó að þau myndi aldrei vera eitthvað
mamma, hvað er eitthvað En betur, ertu sérst með sensor og útgáfu löguninum fyrir ég er með svona útgáfu þar sem að ég Má ég heyra hvað hérna þú nei, ég get það ekki, þá er ég eiginlega djóki, sko, Ok, ég skal ok. segja það ég kemur svona haha fyrir foreldra okay. ef ég er að spila fyrir, þú veist, grunnskólabötn leikskólabötn eða eitthvað það er læri snert að kynna tungusmákið og þar getur bara skipaði það en ég var til að sjá hvað einhver segir ok, bara eitthvað fucking mynd en að fingur koma að leika við þig og við finnum meil, Gauti snerti stelpuna stelpun snerti Gauta Þetta er ókýrstasta greiningin sko. herðu, ég var að fá hugmynd af Dóti, ég væri til í að við fáum rappara hérna í settið Og við förum yfir textana þeirra að við fáum fyrst eitthvað til að greina textan út í bæ En er það bara þú sem ert með nei, Póti, finnum eitthvað meira en að kannski ekki á morgunin kvöld þá er í þinn þá segir Stefán okkur Gauti segir að stelpun hafi fengið hann lán í dag ok lestu þetta Tilfinningi sem ég þekki ekki vel tilfinning sem ég þekki ekki vel Ég hrættist því hún kemur og fer Með þetta geggja lag sko. En bara út Aron hérna Gauti lýsir yfir hræðslu við tilfinningu sem hann þekkir ekki vel þú veit hata ég að greina textanum svona niður en En ég ætla að spyrja einu fyrst við erum að þessu Og ég væri til að vera 100% hreinskilin put me on the fucking spot Já, en þetta er samt ekkit criminal eða eitthvað þannig nei, það er svo vona ekki þá sést ekki að fara að snutsa mig Já, bóstar, ég þekki götunum svo Þarna er svo rotta Hefur ekkert séðan hlusta á lag sem hún gerðir Þetta verður að lag sem er eldra en ársgamall Hefur hlusta á lag og nánast glimt í einhver leiti og hlusta á textan muna á hvaða stað þú varst þá og fara að gráta Mér finnst það geðveik spurning ég nei, ég hef ekki gert það sko en ég hef alveg átt svona moment þar sem að Það lögin er alveg þung sko já, jú hvort að ég hef það er hérna á þeir plötunni er sko, ég get sagt þér eitt í svona í fesku minni þá var ég að nýja platan sem ég er að vinna sem kemur á þessu ári það snerti ég á vinur minn sem var dó 2019 tala hann á plötunni og ég var að keyra út á landi og ég er að hlusta á plötuna og ég hlusta á það lag og það hittaði mig, skilur lagið hittaði mig og ég fór að gráta Paldi hvað það virkaði vel þá já, en þú veist náttúrulega líka sérstaklega fyrir mig að því ég samtæði, en síðan líka eins og sami bara vinnur okkar, skilur, Guðni sem ég nefni í laginu 24 að ég mannalega eftir að fara að gráta við því, skilur Shit, maður, trikki tímabil sko. það var trikki tímabil og ég menna ég sem, Guðni deyr 2000 og vinnur okkar sem deyr flugslýsi 2007 og lagið kemur úr 2013 skilur það 6 ára síðar 6 ára síðar þannig að voru við bara 18 þegar við til að með Guðna já, við vorum bara mér varst ég að vera svo mikið ég veit að við vorum bara young cat sko en ég vissi allt já, ég veit að mann leiðan pældi ég bara, þú veist, hann dó bara 23 ára eða Var hann ekki 24? 24, skilur 24, og lagið heitir 24 það heitir reyndar ekki 24 út af því það var að því ég var 24 ára en ég var sama aldrei þá, skilur ok, en hérna fyrir mig ekki too deep í þetta þannig að var ég emotional sko. Já, true, en það er eitthvað rest in peace Guðni já, rest in peace maður vá, maður var 10 ára ok, við skum ekki að já. Það er eitthvað nýtt sem er að vaksin í mér ætla ekki að neita held að ég sé aðeins að laðast að þér ok vá, þetta er vel Gauti lýsir í hvernig hann tekur ástfóstri við umtalaðan kvennmann eða kallmann já, þetta er bara spot on skilur. Ég beið eftir einhverjum svona boner joke boner joke en ég hef fundið það áður og ég hef fundið mig sjálfur og ég fundið mig sjálfur sem tímir í sísama mómenti tímir í bárum og tárum tímir í bárum og tárum þetta er góðu texti mér er þetta geggjaða texti hann tímir í bárum og tárum en ég fundið það áður og ég fundið mig sjálfur samt hef ég tímt mér í sama mómenti tímt mér í bárum og tárum hvernig nefndi gæinn að gera þetta? Það sem Gauti segist að fundið áður og hann hafði fundið sig sjálfur og hann skrifa bara nákvæmlega sama og ég skrifa það sem ég er að meina þarna getur þú, það er basically ég bara einhver tíma gengi gegnum sama tímabil áður
og kannski ég bara einfari, það mjög ég held það sé mjög basic. Gauti einmann að pray for Gauti stendur. Hefur ekkert sem verið einfari? Nei, þú veist, ég var aldrei kynst neinum jafn mikið að liði, ég man bara alltaf þegar hún í kringlunni og hún yngri, það var ekkert að labba 2 metra á hann svo stoppaðir og bara, hey, blessaði maður, og þegar eitthvað svona bara, búm, yeah, what up maður, og þú og Poetrix, hey, what's up maður. Ég skal það sé mæleginni, ég þekki fólk bara, ég heilsaði Poetrix í kringlunni fyrir 15 árum, þú þekkti bara alla, þú heilsaði Poetrix, nei, einfari, ég ætla að meina sambandslega sé þarna, sko. Já, en mér finnst það trillag, sko. Ok, förum í... Vil samt ást og hlýju en mitt space alveg eins og geimfari. Þetta er góð setning, maður. Mynda geimfara. Ok, næsta, en að dimmu kvöldi þegar móða sest á gluggan, veistu þessa tengingu? Það er basically, sko... Útvæntrastundar kynlíf? Nei, það er nefnilega ekki rétt. Að því að... Lestu þetta fyrir mig? Á tímabil, já. En á dimmu kvöldi þegar móða sest á gluggan, þegar danskóli ruggar og Bakkus kemur að hugga, þá kem ég. Á dimmu kvöldi þegar móða sest á gluggan, þegar danskóli ruggar og Bakkus kemur að hugga, kemur þú. En það sem að sko, að þú fer núna inn á YouTube og skrifar móða, YouTube, prófskrifa móða og sjá hvað gerist. Prófskrifa móða, nei, ok, þetta er ekki hana. Það er lag sem að Bent gerði, sem það er svo mikið móða á gluggunum og bryginu. Og sem sagt, það var þannig, þegar myndaðist trillt stemming og gerist ennþá, þegar myndast trillt stemming á bryginu, þá kemur móða á gluggana. En það gerist ekki nema það sé sturlað, skilur við. Og þetta er bara þegar ákveði magna fólki verið að dansa á dansskólinu og Váka Bent er aðtugl. Maður er oft séð þetta, en það er samt, þetta er ógstæð. Hver er línan hans? Það er svo mikið móða á byggunum og brygginu. Þú er til í heil lag. En það er á Spotify, held ég. Bara eitthvað geðið þetta aðtugl gæi, bara eitthvað svona. Og ég skal hvort ég geti spilað það. Já, ég var til að heyra sendingu. Ok, byrju, ég skal bara finna þetta. En það fyndið samt, sorry sigur frá mig, en það er ógst að fyndið að gæin sem gerði þessa Genius síðu fyrir þig, hann var bara að rýna í textan þinn, en ekki til Aron í Khan. Nei. Og hann... Þetta, segðu. Er ég að fara að spila bara lagið, eða? Ég ætla að mála hand ykkur mynd. Mála undir ykkur mynd. Bókstala, ég ætla að mála fyrir mynd. Skrýpend. Móða. Sígarettur, reykur, hávaði og alkohól. Ég set á södra, rólega að frasa bjóra. Ég er aftur, nál í heistaknum. Spyr mig hvenær ég gafst upp fyrir Bakkus. Fór út gluggan en sé ekki mikil. Einstaka skugga sem hverfin í ríkið. Sama hvað ég reyni að sjá hvað sé úti við. Sé ég bara sjálfa mig, speglast í rúðin. Ég sé ekki hvað er satt, sé ekki hvað er ósatt. Það er svo mikið móða, það er svo mikið móða. Ég sé ekki velsemd og gróða. Það er svo mikið móða, það er svo mikið móða. Sé ekki lífið sem ég... Ef að halda áfram það? Segir það ekki, það er móða gluggunum og kemur núna, sko við. Glætu sóla ljóma, það er svo mikið móða á gluggunum og bygginu. Ok. Þannig að tengingi mín er við þetta, skilur við. Og það er líka bara svona smá óður til lagsins og... En þegar þú fær svona takt, verður að gera svona sögulag? Já. Það er svo... Finnst þér ekki fyndið eitthvað sögulögur hætt? Jú, líka, ég á gett erfitt með að setja það á. Ég hef alveg, sko... Ég fattar, ég hlusta á Immortal Technique og mér fannst þarna... Hvað hitt lagið hans þarna? Ég veit, þú veist að það var nauðgaralagið, það ekki? Sem er eitthvað von á þaki og... Og það er eitthvað svona plott, þú veist, í lokin, maður er bara, What? Ég veit það, en ég nenni ekki hlusta á þetta í dag. Nei. En mér finnst það alveg gaman, sko... Mér finnst þetta lag alltaf lag, sko. Já, þetta var ekki beint saga, en ég veit hvað það tala um. Hann byrjar lagið, ég ætla að mála fyrir ykkur mynd.
Og svo bara einn dag var ég á... Ég var sko að hlusta á hana Stelpur og Chill með Dóri Díana. Ok. Ég var að hlusta á Stelpur og Chill sem geggja mixtape. Það eiginlega svona fyrsta sinn sem ég man eftir eitthvað svona mixtape á Íslandi eiginlega, sem var svona diskur samt / mixtape. Var hann þá að selja þetta úr skottunum bílunum bara? Hæ? Var hann að selja mixtape úr skottunum bílunum sinum? Já, bókstaflega. Þetta voru þetta voru svona bleikir geisladiskar geggjaðir sko. Þetta er alltaf YouTube og það er illulög á þessum disk sem ef þau varum vel mixu í dag þá væru fara á YouTube. Ég er alveg til í, gerum þetta bara. Ég er til í að hlusta á smá hip-hopina. Hvað ættu að fá á En það YouTube? sem ég ætla fyrst að segja er það sem fyndi hvað mikið það þurfti alltaf að vera eitthvað konsept eins og ég man eftir Hvað á þá lægi eða? Já, þú veist, oft það var eitthvað svona þá voru við að taka viðtal með okkur og spyrja hvað er lagið? Hvað er lagið? Og það er alltaf lag á þeim disk sem er eitthvað svona heiti Sirkus eða, þú veist, Sirkusin í Reykjavík eða eitthvað. Skrifaði hann með CH eða TJ? Skrifaði bara pönn í fjés. Það er geggjalag. Það er svona? Já, pönn í fjés. En þetta er endar ekki svona storytelling lag. Nei, og skrifaði Stelpur og Chill. Prófa það. Ok. En þá, menn voru alltaf eitthvað svona, þú veist, eins og ég var að gera lag sem var eitthvað svona sirkustýrin í bænum og þá var maður eitthvað línudansa og eitthvað svona, allt tengdist einhvern veginn, Er það ekki svo limited samt? Jú, og í dag Gerðið þetta að skrifa í dag er náttúrulega ógeðslega, ég dýrka að semja eitthvað, ég meina, á brýtur niður texta eins og bara strákarnir eða eitthvað, það meikar þetta ekkert sens hver lína einu sér og þetta er engin Tjekka mér samt make a sense tilfinningarlega. Það er það sem ég segja og eins og Future kom svo vel í orð. It's a vibe. Já, það var ekki Two-Chainz. It's a vibe. Eins og Future það er ekki gott að vera gott að bara, já, ég meina eins og Skáldi sagði. Herri, farið hérna í Stelpur og Chill, ítt á það. Eitt lag sem að mér finnst fucking geggjað hana. Sem farið bara hérna hægri megin. Allir vilja þeirra sveitin fara neðar þannig tífúli, þetta lagi sem ég var að tala að fara þannig pönn í fjés hana og þetta lag Hvað? Ég get ekki sagt nafnið á featuring artistanum N-Word Beinteinn. Já, þú mátt ekki segja, ég veit það N-Word Beinteins. Þetta lag ekki aðeins dýrka það Í bænum, ég minni mest á kaffi vél Espresso Inn kaffi vél Það elskar mig allir líkt og að ég geti Raymond Rúla inn á kápi fram fyrir Baltasar og Damon Fer ekki í röð því ég nenni ekki að hugsa þannig Inn á Ólífer í Gúlífer í Puttalandi Ég dansa krumpudansi Stæðsputna blokna þessi geyselip sökka eins og erpur að totta Bent er að plotta Rúlbi eina feit á nóinu Ég nenni ekki út Svo ég reykjum hann á klóinu Mér er það gangster. Það er party hans Að dansa artidans Höndum niður göttuna, það er hall og að nátt Inn á hverfis eru ekkert nema Fasmó að slást Fasmó Þannig við setjum í flugir og Rúllum inn á bryggið Dans, gaf nælon hit En mætti ekki vídeo því þið gátt ekki shit Og nú, kallar henni sellout Þetta meira en þú Þegar ég var 16 En það hafa lið ár og önn Síðan að ég gerði ekki MC-að Trippel og bass sem allir að sunja no Var í critical mass En nú leikur allt í lindi Ser mig niður í bæ með sólglerið og inni Rokka ennþá keggi, rokka ennþá klút Gigg með keðju, deluxe Stubububum Ok, staffa það Þetta er illa lag Þetta er gangster lag. Það er svo geggja að lína þessu eitthvað, ég gaf nælon hit en ég mætti ekki í partíð þegar það gátt ekki shit að prótsa eitthvað lag fyrir þar og líka bara ég maður þegar Silvía Nótt var í Critical Mass sem var rappljómsveit sem hún var í sko. Var hún í Critical Mass? Já, þetta er á viðbjóðslega fyndið allt saman þetta sko, ég held að þetta að vera svona soundi sem að segja 1985 sem þeir voru í mannst ekki þeir því bandi Já, ég held að það meina þetta væri svona bara eitthvað, já, þetta er náttúrulega allt á snemt fyrir ég held að vera að segja að lagi væri í 1985 vibe og svo fyrir að hugsa Nei, þú veist, þeir gerðu hljómsveit 1985 sem var Það er engar árið þeirra
sem var dálítið þessi stíl svona synþa mikið dirty hip-hop sko, þetta var svona Mér fannst þetta, ég fíla Mér finnst þetta gott lag í dag, ég er bara dýrka þetta lag Já, mér finnst líka- það bara eitthvað stemmingana sko klikkar eitt svona beat Nei, bum 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 Þú ert ekkert að segja ykkur sögu Nei, þú veist ekki bara eitthvað ok, tjekka, gefum bíðin Við erum tvist Nei, ok, hann er bara að fara að rappa en nei, 100% ekki ég veit ekki, mér finnst ekki gaman að hlusta á eitthvað storytelling dæmi, en mér finnst samt alveg gaman þess að nýplötur sem ég er að gera það er alveg dótar sem og gætir alveg semi-flokkar sem storytelling rap sko semi á mörkunum samt En finnst þér að þú veist, ég til að hlusta og hafa komið út lag hérna bara daginn ég held að þetta er That Go eða eitthvað með Young Thug og Meek Mill og einhverju liði og veist, ég var bara að hlusta og veist, þetta eru bara þetta eru 3 gæjar í þessu lagi og þetta eru basically bara 3 mismunandi lög já og fattar það mig veist, 3 mismunandi vers, bara eitthvað út í blá bara út í bláinn eina sem að versin eða saman þetta er bara takturinn þannig mér persónulega finnst ég dýrka það, skilur já, ég líka ég vil Ertu búin að heyra Young Thug versi í því lagi? nei, Og maður getur ekki spila því þá þurfum við að klippa þáttinn út Nei, sko, málið er voru við alveg við spiluðum bara eitthvað nei, við vorum teknað út af þetta 21 Savage ha? Já, en er það ekki sama að spila Young Thug? Ég ætla bara að sína þér sko, þú spilaði líka bara heilt lag já mér finnst sko hann Young Thug er svo öðru sem að Young Thug er langbæstur að tjekka þessu ég held sko, við höfum fengið kvartanir fyrir að vera að spila síma dæmi í þettinum já, þá fáum við bara einan kvartinu viðbót ok hann er svo fokkar illa það er engin á góður Thug Thug er fokkin bestur þetta er nenn að vera í lægi með honum þau setja líka bara síðast út að það myndi engin hlusta á alltaf lag og hann myndi byrja hann myndi ekki klára lagi hann er bara, það er engin góður sem ég get sett jafn mikið á og verið bara ég held hann eigi ekki vondlag sem hann var ekki leiðilegt lag auðvitað á hann lög sem ég nenni ekki að hlusta á alltaf ég meina eins og My Name is Jeffrey og hann átt að bara helluð plata hans með sko Essin bara geggjuð já, þetta er bara experimental geggjuð já, Harambe flow rafa svona mér finnst það svo geggjað því mér finnst hann líka alltaf hann er alltaf að testa skilur hann er bara James Brown, Rapsins Brown 100% og ég held að fólk átt sig ekki á því að margir ennþá svona sem að álíta þess að fyndi hvað svona rapp er langvinnselsta tónlistin í heiminum og rapp er svalasta tónlistin en ég samt rapp er svalasta tónlistin alveg svo hjólabretti er svalasta tónlistin og UFC og hjólabretti já, í samanlagi og þó ég horf ekki mikið á UFC þá er það samt það er ekkert svala en þetta er bara the root skilur, þetta er bara sport þetta er bara í grunninn skilur, auðvitað er það ekki í dag en í grunninn er þetta survival tekník skilur, þetta er bara gauðir sem eru búin að þjálfa sig í bara gladiators ímyndaðir back in the days bara neanderdels mennir og það væri einn UFC þjálfaður bara MMA trained hann væri bara keisari hún væri bara með honum keisari, hann væri bara eitthvað, slíta fucking hausinn af mönnum hann væri samt ímyndaðir þessi gæði verið til þessi MMA gæði MMA neanderdels já, og hann er skiluru neanderdels MMA maður hann er í sama þingdalvóku Gunni hann bara lítur út þessu Gunni ímyndum okkar þannig svo er Haft og Július líka til á þessum tímum fuck, ok ég held að ég veit alveg með hverjum ég myndi tíma í fljótu bræði hvað? Hafþór Július ég líka, bara vera baku hvort myndir þú tíma upp með tröllamanninum en þetta er samt Gunni myndir alltaf vinna hann í fight en ég held bara hann myndi fá meira follow en Hafþór út á útlitið sitt sko. heldur samt ok, bara ég veit, þú veist meira um þetta en ég myndi Gunnar Nelson vinna Hafþór Július í fight? 100% 100%? Já. Er það? Já.
En þú veist, þyrfti ekki Hafþór ekki nema bara, þú veist, að eiga eitt gott högg í bara gagnu á honum, skilur, til þess að bara eyðileggja hana eilífu, skilur. Nei, ég get ekki sagt það, sko. Ég meina, þú veist, Gunni er alltaf búin að þjálfa síðan hann var bara krakki. Hann myndi bara til dæmis, miklu hraðari. Tekið meðal mannin niður eftir grunnþjálfunum í Mjölni, skilur, bara, þú veist, þetta er bara basic dæmi, skilur, að halda líkamanum nálagt og glíma. Ég geti tekið flesta sem hafa ekki farið í glímu í mínu þyngdaflokki. En síðan fór ég einu svona glímu við Egil Birgisson, vinn minn. Hann er 2 metrar. Það er reyndar 1,99 og skulum ekki vera að gefa honum það, hann sé 2. Og Var það VS, eða? Hann bara fucking eyðilaði mig, skil, ég var bara veikur. Ég meina, var hann, þú veist... Ég var bara veikur eftir að hafa glímt við hann. Já, en þú veist, sástu, þegar Hoist Gracie kefti mútið Kímó, skilur, það var bara risagæi. Nei, ég veit hvað fættur þetta er, sant? Já, þú veist, sko málega, sástu þegar Gunni var að keppa... UFC 1, bara fyrsta UFC. Kímó var í UFC 2. Nei, ég segi að þá var svona fætt. Já, það var sumo-gæi. Ég segi það, bara eitthvað pínur lítil gauður á móti. Hann var 180 pund á móti 400 pundum. Og ég meina, hann rótaði sumo-gæjan. En með Hafþór og Gunni myndi bara fara strax í fætuna á honum og kirkjan, skilur. Já. Fætuna ná niður. Gauti með besta top control bara í heiminum. Já, en ég bara spáði, þú veist, stærðamunurinn er svakalegur. Gunni er jafn stór ég. En hefur ekki... Er ekki Gunni svona 1,72 á hæða? En af hverju finnst mér eins og að, þú veist, sástu þegar hann var á CCP, Gunni? Þeir heldur svona event. Já, hvort ég hafi verið þar. Ég horfði á þetta allavega. Já, ég horfði á þetta líka. Hann tók 13 gæja í röð. Já. Og þetta var alltaf erfiðara fyrir hann svona innan gæðslappa. Já, hann var en voru menn að reyna? Já. Voru menn að reyna? Ég meina, af hverju ættir ekki að reyna? Ég meina, hann gæin er, þú veist, bara örgulega second degree black belt, skilur. Ef Gunni myndi koma ef Gunni var að fæta mig, þá myndi ég bara leggast niður og tappa, skilur. Það væri enginn fæt, ég myndi tappa bara áður en að myndi fá að snerta mig, skilur. Þú myndir aldrei gera það, menn hvað ætti hann að gera? Þú myndir bara tappa leið, þú veist, ég veit bara að meiri sig þó hann væri fair fight við mig, skilur, og væri ekki að fara handleggsbrjóta mig, þá veit ég að ég myndir ekki vilja finna, þú veist, ég var að grappla upp í Mjölni og ég grappla á móti ég man ekki hvað hann heitir, þetta er Bjarni þjálfarinn, þetta er svolítið síðan. Já, sem er núna, ekki tala um eitt bræðrunum. Já, þú veist, og hann var bara slick jiu-jitsu gæi og þá svo fyndi hann eitthvað, tökum smá rúlum aðeins og þú veist, ég eitthvað svona búin að vera að æfa þarna í 2-3 mánuði eða eitthvað og ég reyni bara mitt allra besta og þess að fyndi að þeir gefa manni the illusion á því að maður sé að ganga eitthvað vel, skilur. Og síðan bara svo svípaði mann bara á reversa situationi og bara tjóka múti, skilur. Þetta er sem bróðum mig gerir við mig, sko, bróðum minn er fucking sterkur. Bróðum minn náttúrulega er hefur farið út og keppt. Hann lúkar líka bara eins og svona bara 3, skilur. Hann er bara, það er ótrúlegt, gaurinn er tvítug, hef ekki sagt þér frá þessu, ég bara man eftir, þú veist, þegar við vorum að fæta, þegar við vorum yngri, skilur, bara svona kannislag, og ég man eftir mómentinu sem ég áttaði bara í, núna ég á ekki róði hann. Þá var hann svona 16 ára. En var hann byrjað að æfa þá? Já, þú veist, hann byrjað að æfa. Hvað er hann gamall núna? Hann er 21. Sér, hvað ég, tjótt manni eftir honum, hann bara ekki, eitthvað svona, í gamlan það. Bara krakki, skilur, 21 í dag, skilur, bara bókstaflega þegar við vorum hann var bara krakki, skilur, hann var bara fucking kid. En hann er búin að fæta eitthvað, ekki? Jú, hann er farið út í, hann reyndast tók síðan pásu og hefur ekkert verið endilega að stefna á það í smá tíma. Hey, good choice. Og já, líka, þetta er alveg, annarkvort ertu fucking all-in eða ekki. Nei, þetta er einu íþrótt sem er ekki bara eitthvað chill á kantinum. Nei, þú ert ekki að fara þú ert ekki að fara að gera þetta kannski bara helmingin árinu, skilur, þú þarft bara að vera fucking dedicated, skilur, þú þarft að og ég held að í grunninn sé það ekki, at some point þegar hann var ungur, skilur, þá held hann kannski að þetta væri það sem hann vildi út úr lífinu, en ég held að þetta sé ekki endilega það sem hann vil. Nei, alveg svo ég held að mér langaði að vera pro skater, ég held það bara mjög lengi, ég er svona auðvitað var partur af mér sem langar með það ekki neitt í dag. Nei, bara ekki neitt, þú veist, ég væri ekki til ég væri bókstaflega ekki til að vinna sem pro skater í dag og besta vinna í heimi er rappari, ég er búin að hugsa þetta ógeðslega mikið. Ég er ekki að tjóka, ég er búin að reyna að finna út bara hvað vinnu ertu með, svona bara að chilla
og ég er ekki að tala um þig, ég er að tala um svona almennt yfir. Tala um það, hvað? Þú veist, ég er bara að tala um þannig menningu fyrir utan kannski mínusbissunar og þú veist, hættan. Það þarft ekki að gera það, skilur? Nei, ég ger mig grein fyrir því, ég geti ömurlegt business move. Já. Pældi svo Pop Smoke, gæin var bara... Já, en það var náttúrulega ekki, skilur... Á Home Invasion. Já, þú veist hvað gerðist. Var ekki að vera að reyna hann eða? Já, þú veist hvað gerðist. Fucking gaurinn sem var með honum. Póstar mynd á honum á Instagram. Það sem sést adressan, það sem þeir eru, það sést, skilur það sést hvort það er allir snitsis í dag. Nei, og þeir náttúrulega pósta mynda sér hvort það hefur verið með ógeðslega mikið jewelry og peningum eða eitthvað og gaurinni mæta bara fucking nokkur mínútur síðar eins og Excess Attention já, hann var alltaf skotin líka já, það var sama, hann póstaði bara mynda sér í bílnum bara með fullt af cash og svo bara svona 10 mínútur setna. Þetta er hella dæmi. En það sem ég ætla að segja fyrir utan þetta er að vera rappari best að vinna í heimi því að, þú veist, ímyndaði að fannst krakki þið langaði bara til að með vinninu og núna er þessi gaurar bara greiða fullt af pening þeir eru bara að smóka vít með vinnu sinum og búa til, þú veist, tónlist saman þú veist, þetta er eins og skeið ég held þú sért sko þetta sem þú ert að segja núna ég fatt það ekki eftir vel og þetta er það sem þú heldur skilur, þetta er glóri hliðin af því að gera músík og þetta er sama á þegar fólk fyrir kvikmyndabransan og það halda allir að það sé ekki næs alltaf á setti en síðan ertu basically bara gaur með gafferteip í slittum skóm og að vinna á einhverju í frosti og það er bara bókstæla úr neðst í fucking fæðikeðinni. Já, bara 14 tíma vaktir og... Já, það sem ég ætla að segja er að þú sérð í raun og veru þú veist, eins og fer að skoðar tónlistavídeó með mér þá farið glóri útgáfuna að því hver ég er og þú er búin að þekkst í fucking mörg ár skil, þú veist alveg niðurstöðan um mig en tökum bara sem dæmi eins og að þú veist ég nenni ekki að taka eitthvað sem dæmi en basically bak við hvert einasta fucking vídeo að plötuð eitthvað er svo mikið hardcore work og á Íslandi er þetta þannig að þú þarft að sjá allt ferli, skilur, þú fer í stúdíóið þú þarft að linka upp með einhverjum pródúser, síðan þarftu mögulega að fara að tala um einhvern annan til að laga trakki og gera hitt og þetta, síðan þarftu að fara í gegnum mix og masterferli, þú þarft að tala við hönnuði til þess að láta hanna já, þú lærir að vera frumkvöld í leiðinni mér finnst það gaman mér finnst það alltaf sjúklega spennandi mér finnst þetta gaman, mér finnst þetta persónulega ég valdi mér starf sem að er ég get ekki ímyndið mér að vera skemmtilegt þú ert basically bara hustler basically, skilur en þú veist, síðan kemur og ég ætla ekki að taka það eins og fyrir fucking marga aðra að þetta ár bara, það var bara tekið úr höndunum á manni maður var búin að safna saman maður var komið með einhver veldisbrota í hendurnar og hann bara tekið af mér þannig að back to the basics núna er ég búin að vera að gera músík og ég veit ekkert hvert framhaldið ég veit ekkert hvort ég sé að fara að fá peninga fyrir það hvernig fólk er að fara að taka í það skilur, ég fæ ekki fylgja því eftir á tónleikum þannig að þetta er svona það er mjög skrítið að gefa er ekki svolítið mest fucking pirrandi að gefa út til dæmis Blikt Ský og geti ekki fylgja henni eftir ég veist af hverju, að því þá deyr hún bara út með Instagram postinum sem hún var já. Að þetta er ekki rest in peace nánast það eru svo margir sem að og ég þar á meðal, maður fattar ekki bara eins og því að var að gefa út vakaveltaði eitthvað að fólk fattar ekki að það voru kannski bara 2 lög sem voru hittarar en síðan voru tónleikar sem gerðu restina af lögunum að einhver litnindir í dóti sko. Já, ég það fullt af lögum sem að urðu bara vinsæl í gegnum tónleika já, en þú veist, ég myndaði eins og þú veist að gera það er að koma ný James Bond mynd út hún er búin að vera að koma út í svona 2 ár núna frestast út COVID myndin verður bara dated þegar hún kemur út heldur það? Já, einhverju leiti, og ímyndaðir myndinni í framtíðinni, ef þú sér bara eitthvað svona bara stabilizing shot með eitthvað krát og eitthvað, eru bara allir með grímur þú veist, þegar myndir sem við erum að taka núna gerast í heima það sem er ekki verið svona algeng grímunótum Nei, ég held það ekki, ég held að sama skapi og það er ekki ennþá búið að skrifa síma inn í bíómyndir veistu hvað það tala um? Þegar þú sér krát í bíómyndum í dag þá er ekki allir í símanum sínum mér veist að alltaf að færast í aukana núna er maður bara að sjá en veist ekki hvað er talað um? Jú, ég veit hvað er talað um eins og ég sá þetta fyrst í South Park þá voru þið farin að skrifa alla karakterina alla aukaleikara allstaðar ef þú spila South Park leikinn sem er bara frekar skemmtilega leikur þá eru allir aukakarakterar
önnum kapnir í símanum og fyrst þegar maður sér það var maður alveg, oj, hvað þetta er pirrandi okkur allir í símanum, síðan hugsa maður bara það eru fucking allir í heiminum í símanum alltaf og við erum að vera svo motherfucking sick í alveg tala, það við séum hræðir þið ekki hvað við erum að breytast í bara þræla símans spáðan saman. Jú, það er líka svo ótrúlega að hugsa til það að þú veist, að nánast við erum bara slaves já, í alveg við erum slave to information og þú veist, það er ótrúlega skuggulegt að hugsa til það að þú veist, mér líður eins og að við vitum meira en samt minna. Ég er 100% sammálaður og mér líður oft eins og færðu þú sömu tilfinningu og ég eins og þurfir stundum að vita allt. Já, Það ég meina, kannski þetta er bara umræða í gangi. vandamál hjá mér, sko. Og ég til dæmis, ef við tala aftur minn frábæra þátt, bara skoðanabræður, þar sem þeir eru að tala kannski einhverja stjórnmálamenn úti eða heimsbyggi pælingar eða whatever og þeir svona, þú veist, þeir eru vel lesnir og greinilega með lím heila og stundum ég bara ég kannski heyri, það er einhver að tala kaldastríð bara dumbest dæmi, top of my mind og ég eitthvað drýf mig á YouTube til eitthvað svona horfa á einhver explain-vídeó bara til að geta tekið þátt í einhver umræðu sem að mér drullu fucking saman. Já, ég ætla að koma inn á ef það er eitthvað kalt í nafninu þá finnst mér það bara, wow, ég nefnir ekki að tjekka það kaldastríði. En þú veist hvað er að tala maður vill vera með einhverja grunnþekkingu á lífinu. Kaldastríði er væntanlega bara kjarnorku og kjarnorkustríði á milli Rússlands og já. En ég þarf ekki að vita allt. Nei, þarf ekki að vita allt. En þú veist, mér varst þetta bara kaldastríði er alveg bara svona mikilvæg partur af sögunni, en ímyndað bara access, þú veist, ég veit til dæmis. En þarft að vita allt sem gerðist í sögunni á hvaða tíma, eins og núna ég að lesa ég er að lesa bók sem heitir Sapiens sem er Af hverju fórstu að lesa þá bók? Það djóða? Nei, hefur hann talað hana? Já, hann talaði bara endurst hana og Gaurið sem skrifaði hana kom líka til hans. Ok, nei, ég bara fór, ég fekk hana basically, hvað heitir Gaurinn? Tjekkaði. Ég náttúrulega get bara hort, ég bara er að bókstala að lesa bókina, ég get bara séð það eftir. En það sem ég ætla að segja er að þetta er Yuval Noah Harari. Ja, þetta er mjög skemmtileg bók og ég kom stuttinu, ég kom 50-60 blaðsíður eða eitthvað og þetta er basically bara brief history, skilur að vera að fara gegnum mannkynnssöguna frá því að við vorum 7 mannategundir eða eitthvað, skilur bara þetta er ógeðslega áhugaverð saga. Þetta er mjög áhugavert en ég þarf ekkert að vita það er alveg gaman að vita það en ég þarf ekkert að vita þetta. En hefur ekki heyrt orðatildæki að ignorance is bliss? Jú, og það ég vildi stundum óska þess að ég byggi bara einhverstaðar í Grafarholti, fyndist bara algjörsnild að hlusta bara á útvarpið Vitur maður þjáist meira, sko. Ég er ekki að segja manneskjan sem að og það sem ég er ekki að segja er að manneskjan sem að lætur mat sem með einhverju sé endilega vittlaus alls ekki að segja það, en stundum er svona bölvun að maður haldi að maður þurfa að vita allt, skilur, í staðinn fyrir að vera bara nægjusamur og ég held að það sem að vandamál sem er að gerast með símana aðalega er hvað maður er konstant tengdur og maður er fjær núvitund endalust og ég held að veist, það er svo ótrúlega því eldri sem ég verð og því meira sem ég spá í hlutunum því meira held ég að það sé nauðsynlegu faktor að vera í núvitund bara að vera bara tengdur sjálfu sér í einhverju rými og vera ekki háður konstant áreiti, af því að bara það að vera stressaður konstant, skilur bara endalust stressaður fokkar þeir upp. Ég held að það sé bara the leading cause of death í vestanheiminum. Og hvað heldur að sé, akkur heldur að sé núna endalust að liði í einhver kulnun í starfi, það er bara því það er bara bæði í starfi, skilur, það er að vinna. Allir sem vinna með þeim geta alltaf náðið þau, alltaf, skilur þau með öll notification á, öll e-mail í gangi, bara SMS, hringja, þau eru með direct message á Instagram, Twitter og fucking Facebook, alltaf sama tíma og síminn er bara bling, 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 þá ætla fucking fólk bara missi fucking viti, skilur þau? Yeah, I agree. Það er eitt
Þannig að takk ég því skrefum, ég er að reyna, ég er ekki orðin heilaga með það, en ég er svona að reyna að gefa mér, ég reyna að gefa mér smá tíma á hverjum degi, þar sem ég er bara ég. Já, Ég myndi slökka á símanum núna ef að sonur minn var ekki í leikskólanum og þeir þurfti að ná í mig, skilur við? skilji. Hvað er þetta símanum? Og það er bara í þessu samengi. Já. Og mér okkur núna að spyrja þig, ég ætla að sýna þér núna vídeo sem að tekið af dúfum. Í símanum? Nei, dúfum, hvað er hérna? Þetta eru dúfur. Já, er ekki pigeon dúfur? Okay. Já. Ertu búinn? Hvor myndir þú frekar vel að vera? Þetta er svo 13 sekundar vídeo okkur dúfu og horfa á okkur bói og hvað á þetta að vera Samfélagi í dag, maður. hvað heitir þetta vídeo? Society Today? Nei, bara pigeon gets hypnotized. Þetta er sko þessi dúfa er pottet ekki að spá hún er ekki gerð Jú, hann hypnotized as hell. Herri, podcastalinn maður sendi okkur, næsti þáttur er riddaraþáttur sem þýðir að þið sendi inn alls konar topic. Eitt hérna, geturðu meikaru og það við erum, hérna, ég veit að þú ert úksla pyrrar út í þetta pappaspjaldina. Já, af hverju er þetta fucking pappaspjaldina? Hérna, og það er mér náttúrulega að geta klift í hann. Hei, Tjökk, hvað er styrir með þetta? Hvar er Arnar? Herri, podcastalinn